Hvað eru skekkjumörk? Hvað áhrif hafa þau? Jú, öll mælitæki hafa skekkjumörk, það að segja þau eru misnákvæm. Eftir því sem að mælitæki eru nákvæmar þá hefur það lægri skekkjumörk. Hér eru vinir sem mæla fótboltavöll, hann er 100 metrar á lengd. Annar stikar út völlin bara með því að labba og telja skrefin. Hinn nota laser. Mældu þeir rétt? Skulum sjá. 90,1 metri með 10, þá þarf ég að gera 91. Við þarfum að finna 10%. Get gert bara sinnum 0,1. Og þá fæ ég pluss 9,1 eða 91 mínus 9,1. Ég þarf að taka þessi 10% af því sem hann mældi, bæta því við, af því það er pluss hérna, og draga það frá, af því að það er mínus. Og hérna fæ ég 100,1 og hérna fæ ég 81,9. Og þetta eru bæði metrar. Þetta þýðir að mælingin hans er á þessu bili. Það er að segja, eitthvað starf frá 81,9 metrum upp í 100,1. Hann er ekki með nákvæmari mælitæki en það, hann geti mælt þetta á betra bili. Hinn, þá þarf ég að gera 100,6 pluss og þetta er 0,5. Það er að segja að finna 0,5% af þessu cirka. Því hvað við gætum verið með að nákvæmara. Það er 101,1 og svo 100,6 mínus 0,5. Það er 100,1. Hvor mældi rétt? Jú, þessi er rosa nálagt 100. Báðar mælingarnar og allar mælingarnar mjög nálagt 100. En lægri mörkin eru hærri en 100. Hann segir að völlurinn sé lengur en 100 metrar. Þessi sýnir, jú, þessi er innan skekkjumarka, þannig að þessi mælir rétt. En þessi